Þetta voru yfir 100 manns og mjög ánægilegt. Þetta í annað skipti sem við höfum svona vorhátíð messuþjóna. Það eru 3 ár síðan að við byrjuðum að skipuleggja messuþjóna eða hópa einstaklinga sem að aðstoða í messugjörðinni. Og við byrjuðum í Hallgrímskirkju með svona hópa. Áður hafði verið stór hópur í sjálfum sér af sjálfboðaliðum sem hafði orðið til smátt og smátt. En eftir ég kynntist þessari aðferð, ákveðna aðferð sem Friðrik Módéus, sem er prestur í Lundi, hefur þróað gegnum mörg ár, 15-20 ár, að þá hreifst ég mjög af því. Og möguleikarnir í þessu messuþjónastarfi eru mjög margir og spennandi. Þú segir að það hafi verið yfir 100 manns á hátíðinni. Var þetta fólk úr flestum söfnuðum í Reykjavík? Eða? Þetta var úr 8 söfnuðum í Reykjavíkurprófastsdæmi vestra og svo voru gestir úr Reykjavíkurprófastsdæmi eystra frá Grafarvogskirkju og Breiðholtskirkju og Digranesskirkju, og því að þau hafa byrjað með svona hópa, og einnig úr Víðistaðakirkju í Hafnarfirði. Já, þetta er að verða til á mjög mörgum stöðum hér kringum okkur. Og er almenn ánægja með þetta? Já, það er á þessari hátíð var mikil gleði og fólki finnst líka gaman að hittast sem er í svipuðum störfum, og þetta er sem sagt fólk á öllum aldri. Þetta er alveg upp í frá unglingum og upp í 80 ára gamalt fólk, og það er stórkostlegt að sjá hvað fólk nýtur þess að fá að taka þátt, þó það sé bara einhver einn liður að lesa texta eða taka á móti gestum við inngöngu til kirkjunnar, eða undirbúa kaffi eða búið til súpu eða hvað sem það heitir, allt sem tengist messunni á undan eða eftir. Þannig að verkefnin eru mjög mörg, og í hverjum hóp eru þetta svona frá 5 og upp í 10 manns sem geta verið í sama hóp, og kunstinn er svo að hafa þetta, minnst kosti 5 hópa, þannig að hver einstaklingur hafi ábyrgð í messunni 5. hver skipti eða svo. Þá verður þetta ekki íþyngjandi fyrir einn eða neinn. Hvaða áhrif finnst þér þetta hafa haft á svona safnaðarstarfið almennt? Jú, það sýnir sig að fólk fær áhuga fyrir öllu sem er að gerast í kirkjunni, í söfnuðinum. Þannig að það útvíkkar þá sem taka þátt í safnaðarstarfinu almennt. Þannig að ég held að þetta sé svona tæki til safnaðar uppbyggingar almennt, og það sem er gleðilegast við þetta er að þegar fólk vitnar þessa þáttöku sem eitthvað sem hefur gjörsamlega breytt lífið þeirra, þá er eitthvað að gerast. Þetta hefur breytt lífið mínu, segir þetta fólk, og gefið því nýja vitt, og messan hefur orðið ný fyrir mér. Þannig segir fólk frá sjálft.